Velkomin í uppáhaldsvörunar mínar í gegnum febrúar myndbandi mitt. Í dag ætla ég að fara yfir svona mest notuðu vörunar í febrúar, eins og ég var að segja. Og ég ætla bara að drífa í þessu. Ok, ég ætla að byrja á tveimur hárvörum bara því að ég langar bara að klára það. Það er þetta hérna tvennt frá Label M. Ég hef talað um þetta á blogginu áður. Þetta er Volume Mousse sem ég nota í blautt hárið, í ræturnar til að gefa því liftingu því ég er með mjög fíngert hár. Þetta hér sem er Texturizing Volume Spray sem ég seti í þurrt hárið og aftur það gefur bara liftingu. Það gefur bara hárinu áferð og liftingu. Hárið mitt er þetta hræðilegt núna, ég ásaka það, en það gefur því bara svona ekstra líf, þannig er ekki jafndægt. Yndislegar vörur og ég linka færsluna sem ég gerði um þetta fyrir neðan. Ok, þá skulum við fara byrjum bara á húðinni. Þetta hér er vara sem ég talaði um á blogginu fyrir stuttu. Þetta er Angel Veil frá NYX og er primer. Þetta er eini primerin sem hefur hjálpað farðanum hjá mér að haldast lengur á. Þetta er ekki svona primer sem fyllir í svitaholur eða neitt svoleiðis. Bara gerir húðina svona aðeins mýkri og heldur farðanum á rosa lengi. Mæli með því að tjekka á þessari vöru ef eitthvað vantar eitthvað svona góðan primer. Mjög ánægð með hennan og hann kom mér virkilega óvart. Já. Höldum áfram með húðina og núna ætla ég að tala um farða sem að allir hafa elskað í gegnum árin og ég einhvern veginn bara gat ekki látið virka fyrir mig fyrr en núna og það er L'Oreal True Match. Ég er með það á andlitinu í dag í litnum 2x2 sem er eiginlega bara fullkominn litur fyrir minn húðlit. Þessi farði hefur verið ótrúlega vinsæll í mjög langa tíma og ég fílaði hann bara ekki, en ég ákvað að gefa hann mannasinns þegar ég var í Bandaríkjunum núna í desember og keypti 3 liti og núna er ég bara ótrúlega sátt með hann. Ég nota alltaf beauty blenderinn til að blanda honum út og ég held að það geti verið svona lykilatriði þess að þetta sé loksins að ganga fyrir mig. En falleg miðlungsþekja sem hægt er að byggja upp og líka létta, bara mjög léttur á húðinu. Endist alveg ágætlega vel á húðinni og ef ég nota Angel Veil undir þá endist hann ennþá betur. Já, það er til ótrúlega margir litir á því líka, þannig að ef þú ert mega ljós eða mega dökk þá ættir þú samt að geta fundið lit. L'Oreal stóð sig fáránlega vel með þennan farða og ég er mjög ánægð með hann. PS, ég á $7 á honum í mismunandi litum. Þannig já. Meira sem ég er með á mér núna og það er þetta hérna tvennt. Þetta er bæði frá LA Girl og þetta hér er Glazed Lip Paint í litnum Elude. Svo er ég með hennan hérna varablýant sem heitir Endless Semi-Permanent Auto Lip Liner Long Lasting All Day Wear í litnum Natural. Og ég er búin að taka þetta myndband upp áður og ég var að reyna að stróka út það sem ég var með hendinni en það tókst ekki, sem sýnir að þessi varablýantur endist ótrúlega vel. Lítur svona út, bara svona dökkur núdlitur, virkilega flottur. Og svo er ég með þetta hérna líka á vörunum og saman er þetta bara virkilega fallegt kombo sem endist ótrúlega vel á vörunum. En lægir og látt og mæla með því að tjekka á því. Þetta hérna er held ég á 990 og ég held að varablýantun sé líka 990, þannig að tjekkið það á þessum vörum, það eru virkilega flottir litir og ég ætla að bæta fleiri í safnið. Síðasta varan sem ég er með á mig núna sem ég ætla að tala um í dag er þetta hér. Þetta er Paint Pot frá MAC í litnum Groundwork sem ég hef átt í svolítinn tíma og var eiginlega bara búin að gleyma að ég ætti. Byrjaði að nota hann aftur og þá var ég bara svona, af hverju hætti ég að nota hann? Þetta er svona út, virkilega fallegur, svona hlýr brúnn. Ótrúlega flottur einn og sér og líka með sem grunnur undir aðra augnskugga. Hann hefur allt augnlokið, blandað í krísið og svo er ég með Uninterrupted yfir og mér finnst það að gefa svona svolítið cool look. Virkilega flottur og mér finnst þessi endast miklu betur á mér heldur en Painterly. Painterly byrjar strax að krísast hjá mér en ekki þessi sem er mjög gott. Þannig að ég fíla þetta í bóð. Næst er það pingulítill busti frá Coolcos. Þessi er svona skorinn beint. Þannig að hann er góður í augabrúnir, góður undir augabrúnina með hyljara, góður til að blanda eyeliner, en mér finnst hann bestur
til að hreinsa í kringum varirnar með Hyljagar. Það er eitthvað við þennan busta sem gerir það bara svo fáránlega auðvelt og ég er bara sjúp og þá er það fullkomnar. Ég gerði það ekki í dag en allan þegar með dökka varir þá finnst mér það svona eiginlega must. Virkilega góður og hann er hræódýr, þannig ég mæli með að tjekka það. Cool Cosmetics með mjög marga góða busta. Ok, síðasta make-up varan, eða þetta er ekki eins og make-up vara. Þetta er frá Clarins og heitir Instant Light Lip Comfort Oil og er varaolía sem er svona eiginlega virkar eins og varasalvi þannig sem heldur vörunum nærðum og mjúkum. Kemur svona. Þetta er bara algjör snilld. Það er hunangslykt af þessu og gerir valna mína bara alveg fáránlega mjúkar og góðar og þegar ég er heima þá er ég bara alltaf að setja það á mig. Það er eitthvað við þetta, mér finnst þetta bara yndislegt á vörunum og mæli með að tjekka það á því Clarins sem er fullt af flottum vörum fyrir varirnar. Ég er alveg fallin fyrir þessari vöru. Ok, núna ætla ég að tala um eitthvað sem ég tala aldrei um eiginlega á blogginu eða neitt svoleiðis og það eru þættir. Uppáhaldsþátturinn minn í alheiminum var að hætta. Og síðasti þátturinn var sýndur í gær og fór að gráta. Ég viðurkenni það. En það er Parks and Recreation. Þetta er bara yndislegir þættir, það eru virkilega góðir leikarar, skemmtilegir karakterar, ótrúlega skemmtilega tekin upp. Amy Poehler er aðalleikonan og hún er dásamleg, hún er gull af konu. Mælum með þið tjekkið á þeim og já. Aðal uppáhaldið mitt í kringum febrúar var þessi hérna. Þetta er hún Ása. Hún er ekki örra, hún andar bara mjög hátt. Og hún er litla barnið mitt og hún er yndisleg og ég elska hana. Já, og það eru uppáhaldin mín í gegnum febrúar. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi.